stödd í podcaststúdíónu. Ég heiti Snorri Björnsson og gestur minn í dag Vera Illugadóttir, BA í arabísku og drottning hlaðvarpsins. Líkurnar vinna með mér þegar ég fullyrði að þið hafið heyrt í henni hljóðið. Vera Illugadóttir heldur úti útvarps- og hlaðvarpsþættinum í ljósi sögunar. Hún hefur komið víða við, bókstaflega, Sýrland, Jemen, Egyptaland, Líbía og fleiri sögulegar slóðir, en skemmtilegt nokk þá fór hún í þessi ferðalag með ömmu sinni sem má segja hafi kynnt Veru almennilega fyrir Mið-Austurlöndum. Förum betur yfir það hér á eftir. Mikið vona ég að einhverju hlustendur þáttanna séu núna keyrandi landið í sumarfrí. Ég bið fyrir góðri kveðju til ykkar og bið ykkur að aka varlega. Þið sem eigið sumarfríið inni getið græjað ykkur upp með öllum gæðagræjunum frá gæðavörumerkjunum Bose, Sony, Canon, Lenovo og Google í verslun og netverslun Origo. Þar má helst nefna myndavélar fyrir sumarfríið. Ég oft spurður hvaða myndavél ég mæli með en ég bara með svona stóra svarta. Til þess að einfalda hlutina þá lýsi henni bara þannig sem ekki allt of handhæg í ferðalagið en vöruúrvalið frá Sony og Canon það besta í þessum flokkum. Sony ZV-1 til dæmis ný vél sérstaklega gerð fyrir samfélagsmiðlana. Canon M-serían líka skotheld, farið bara í borgatún eða á netverslun.is og takið fyrsta skrifuna í áttina því að varðveita dýrmætar minningar sumarsins 2020. Þetta var yfir línuna, þetta er auðlýsing, þetta þarf ekki að vera svona dramatist. Ég sömuleiðis með Bose Noise Cancelling heyrnartól á hausnum á mér í þessum töluðu orðum. Hver nema þú sett með það líka? Ef ekki, netverslun.is, Origo, takk og bless. Nú töfraseiðið Collab komið í 10-pack rútu fyrir sumarið. Íslenskt vatn, íslenskt hugvit, íslensk framleiðsla, íslenskt fíl kollagen úr íslensku fiskroði. Allt þetta í einni dós og 10-pack rútu. Kollagen eitt helsta uppbyggingaprótein líkamanns. Það rétt, kollagen prótein. Það finnst í öllum liðum, vöðvum, sinum og beinum líkamanns og það snarhægist á kollagenframleiðslun okkar með hækkandi aldri. Kollagenið í Collab eins og ég segi framleitt úr íslensku fiskroði og í hverju dós eru 6 grömm af þessu bætiefni ásamt 105 milligrömmum af koffíni, íslensku vatni og haug af B-vítamín. Collab inniheldur hins vegar ekki sykur. Ég þarf ekki með því. 4 frískandi bragðtegundir eru nú fáanlegar í öllum helstu búðum hérlendis og í Finnlandi. Visit Finnland maður, Collab í útrás, íslenskt hugvit í útrás. Búlan fæst nú loksins á 4 hjólum. Búlubílnum hefur verið skellt í handbremsu í skeifunni og þar framreiða helstu matreiðslumenn landsins hamborgara, franskar og gós. Enga venjulega hamborgara, búluborgara úr tjökkvöðva og engu hakkaefni bætt við. Þið ættu að þekkja matseðilinn, búluborgari, steikaborgari, einn helsti hamborgari landsins, kongaborgarinn og Jói Fel, hamborgari með beikoni og barbekjusósu. Skýrður í höfuðið á ekki minni manni en Jói Fel. Jói Fel ekki minni en margir menn. Já, ok. Það má líka vekja athygli á því að þriðjudagstilboð hamborgarabúlunar í fullum gangi. Búluborgari, franskar og gós á 1.390 krónur. Í boði alla þriðjudaga á öllum búlum landsins og þar með talið þeirri nýjustu á 4 fljótum í skeifunni. Búlan, Origo og Collab eru kostendur þessar þáttar. Gestur þáttarins hins vegar Vera Illugadóttir. Gjörið þið svo vel. Herðu, Vera Illugadóttir, hjertanlega velkomin. Takk. Hvernig hefur það þessa dagana? Ég hef það bara ágætt. Búin að hafa heyrnartól á hausnum í allan dag, varstu að koma úr útvarpinu? Já, ég er búin að var að koma frá því að senda út morgunútvarpið eða morgunvaktina eins og það heitir á Rás 1 sem að byrjar 6:50 á mótnana og til 9 þannig að það er smá heyrnartóla vakt þar. Og þú ert núna komin yfir í podcastið. Þú ert náttúrulega, þetta lýsir þér ágætlega, þú ert þetta hybrid á milli útvarps og podcast og hlaðvarps. Já, hlaðvarp náttúrulega bara útvarp með nýju nafni og kannski svona aðeins tæknilegra en gamla gufan. En já, ég vil alltaf bara titla mig útvarpsmann en það vinn ég bara hjá Ríkisútvarpinu og geri útvarpsþætti en þeir náttúrulega fara líka í hlaðvarp og njóta mikil vinsælda þar sem að gleður mig mikið. Já, getur aðeins tekið mig í gegnum þetta út af því að í ljósi sögunar var einhvern veginn svona þegar að þú það verður náttúrulega augljóslega gríðarlega mikil aukning á vinsældum bara hlaðvarps og hvernig allavega Íslendingar byrja að neyta þess svona, ég veit ekki fyrir hversu mörgum árum en allavega þegar maður fór inn í podcast appið í iPhone símanum þess að þá var alltaf í ljósi sögunar þar það bara svona einhvern veginn fylgdi með símanuðinum. Er þetta frá þér komið að senda þessa útvarpsþætti beint út á hlaðvarpið eða hvernig kom þetta til? Nei, það náttúrulega, þeir bara svona byrjuðu í útvarpinu á þeim tíma sem að við á Rás 1 vorum líka og Ríkisútvarpinu bara
að byrja að setja meira og meira inn á hlaðvarpið og fatta möguleikana sem að voru fólknir í því sem að svona frekar kannski, já þættinni mínir eru búin að vera í 3-4 ár held ég og þetta svona frekar ný þróun hjá RÚV að einbeita sér meira að hlaðvarpinu og fatta hvaða möguleikar þar eru þannig að þeir svona sigla bara þangað inn leið og ég fer að gera það og tekið eftir því að þeim gengur vel þar þannig að það hefur bara verið þetta bara eiginlega gerðist einhvern veginn. Já. En það sem sko þættirnir verða til á sama tíma og við láttum inn í podcastið, þeir voru ekkert búin að vera lengi í gangi áður en að þið byrjaði að dæla sér á podcast-appið eða? Nei, það er eiginlega bara leið. Leið, einmitt. En þessar vinsældir á þessum þáttum, þú veist, er þetta eitthvað sem er búist við af svona efni eða heldur að hlaðvarpið hjálpi þarna til? Ertu búin að hugsa eitthvað út í þetta? Já, auðvitað hjálpar hlaðvarpið mikið til sko, ég held að þessi þættir væri ekki nærri þegar eins vinsælir ef maður gæti bara hlustað á þá klukkan 9 á föstudagsmorgnum þegar þeir eru línulegri dagskrá af því að það er náttúrulega bara fáir sem að hafa yfirleitt tök á því að sitja í næstum klukkutíma við útvarpið þá þegar margir í vinnu og svona. Það var líka líklegt að sérst í aðeins eldra lagi ef þú hefur þetta slottlust. Einmitt, þannig að það auðvitað hjálpar heldur mikið til. Ég átti ekki von á því að þættirnir yrðu eitthvað hitt eða þannig og ég held að enginn hafi gert það svo sem ég áttaði mig ekkert á því þegar ég var að byrja hvað maður mátti búast við af vinsældum fyrir útvarpsþátt eða hlaðvarpsþátt en þetta kom ánægjulega á óvart. Já, en þetta er svona líka sko að svolítið magnað að pæla í því að þarna er þessum þætti útvarpað og ég meina hann er í línulegri dagskrá og það er af einhver leiti hamlandi fyrir vinsældið þáttarins og maður gæti mögulega bara byrja að trúa því að já, þetta er bara eins vinsælt efni og það verður, eða skilur þú, þetta efni verður ekkit vinsællega en þetta, það er bara svona margir að hlusta en síðan þegar þessu komið út í hlaðvarpi þá bara verður til eitthvað költ í kringum þáttinn og af sko öllum aldri býst ég við allan með þá sem er í kringum mig, það er bara sama hvað aldur það er allir að hlusta. Já, ég fæ komment frá fólki á öllum aldri sem er ótrúlega gaman og bara jáfnvel að krakkar séu að hlusta á þáttinn sem er kannski ekki alltaf ráðlegt, þetta getur verið alltaf grúsom umfjöllunarefni en nákvæmlega og ég, svona þegar ég byrjaði að vinna á Rás 1 þá svona átti ég helst vona á því að ég yrði bara að tala við gamalmenni eða einhvern veginn. Það var reyndar dálítið áður en ég byrjaði með þennan þátt en þá var svona ennþá þessi Rásar 1 ímynd sem að bara gamla fólki sé að hlusta á gömlu gufuna eitthvað svo leiðis og ég var svona alveg búin að sætta mig við það. Ég yrði bara svona að mala eitthvað fyrir eldra fólk og ekkert að því en svo náttúrulega ná þættirnir margir, mínir og fleiri til miklu fleiri með þessari tækni. Og líka bara þegar það er auðveldar að deila hlutum á samfélagsmiðlum og svoleiðis þannig að svona orðið berst og ég hef hitt fullt af yngra fólki sem að heldur að ég sé bara að gera þetta gamni mínu heima hjá mér og spyr mig, þú veist, hvernig ertu að gera þetta, hvað ertu að taka þetta upp og eitthvað, við fattar ekki að ég er og opinber starfsmaður, ég vinn hjá Ríkisútvarpinu við að búa til þessa þætti og hefur ekki hugmynd að þeir séu yfirleitt í útvarpinu líka eitthvað svoleiðis, þannig að það er aldrei náð eyrum þessa fólks ef það hefði ekki verið fyrir hlaðvarpið. Já, nákvæmlega, sér eitthvað bilið þarna er ótrúlega stórt á milli, bara ég vissi ekki að þú væri að gera þetta fyrir RÚV út af því að RÚV er svo langt í burtu frá þessum einstaklingi. Og síðan er auðvitað akkurat þeir sem er að hlusta á þetta RÚV bara hvað podcast, bara ég veit ekki hvað podcast er. Þetta er svona þetta er auðvitað fyrsta sinna tegundar sem að nær svona vinsældum báðu megin, eða ekki? Út af því eins og ég sagði þarna í byrjun, þið voru svo fljót með þáttinn allavega. Já, þetta er allavega svona sá þáttur og sá útvarpsþáttur hjá okkur sem að nýtur mestra vinsælda yfirleitt og já, ég held að það sé svona einstæmi allavega fyrsta dæmið það þáttur sem að svona nær svona þessu víða bili með hjálp þessarar tveggja mismunandi miðla. Já, en hvað er síðan sko, þetta er, ég náttúrulega
hvernig hægt að þetta er allt sögur. Þetta er ekki bara sögulegt, þú ert ekki endilega bara að rýna í söguna, heldur þetta, þú pakkar hverjum þætti inn í eina sögu og maður er að hlusta á sögu. Þetta konsept pluss hlaðvarp og sérstaklega pluss einhvers konar mystería núna er bara að tröllríða öllum heiminn. Já, það mjög fyndið einhvern veginn, því að þegar ég fór á stað með hennar þátt, þá var ég raun og veru bara fyrirmælinn sem ég fekk að gera þáttum eitthvað sögulegt efni, hann hefði ekki orðið allt öðruvísi og ég svona eiginlega byrjaði að vinna að þess að vita sjálf hvað ég vildi gera, þannig að fyrstu þættirnir eru einhvern veginn bara ennþá algjör tilrauna starfsemi og slíkt og hann hefði svo sem kannski geta enda einhvern veginn allt öðruvísi, en þetta bara, mér hefur alltaf fundist langt skemmtilegast að segja sögur. Ég hef áhuga á sagnfræði en ég er ekki sagnfræðingur sjálf, þannig að svona einhverjar djúpar greiningar eða þannig liggur ekki fyrir mér, en mér mjög skemmtilegt að segja sögur og geta komið þeim svona á aðgengilegan hátt frá mér og sérstaklega á spennandi hátt. Þannig að þetta lá mjög vel fyrir mér að gera þetta einhvern veginn svona og síðan bara tekur maður eftir því að svona þessi formúla, það eru þetta margir aðrir sem hafa tekið slíka svona álíka formúlu og notað henni í útvarps- og hlaðvarpsþáttum og enda er þetta bara eitthvað, fólk vill heyra sögur sama í hvaða miðli það er, held ég, þá vill fólk alltaf heyra sögur og auðvitað alltaf betra að það eru spennandi. Já, ég mætti á svona pallborðsumræður hlaðvörp, eða framtíð útvarps held ég að yfirskriftin að því var, þar sem að þú og Hjörvar Hafliðason voru að tala hlaðvarpið og útvarpið og þitt teik var einmitt svona svolítið að fólk er alltaf til í að heyra sögur og Hjörvar var með fólk er alltaf til í að heyra hot takes. Það er þetta tvent sem þarf að vera í útvarpinu og þá er fólkið ánætt. Já, nákvæmlega. En sögurnar, af hverju er þessi svona crime, mystery, glæpa podcast svona vinsæl? Heillar þetta þig líka? Mér finnst einhvern veginn eins og stelpur séu brjálaðar í þetta. Já, ég tekið þetta í. Ég á engan kallkyns vin sem hefur hlustað á svona, en vinkonur sem eru bara að missa sig yfir. Já, þetta er náttúrulega líklega bara framhald af alls konar svona auðvitað bara svona bækur svipuð efni, svona true crime bækur hafa þetta verið lengi vinsælar og greinar í dagblöðum. Ég las alltaf þegar ég var krakki fyrst þarna svörtu síðurnar í DFF sem voru með einhverjum svona gömlum glæpamálum og fannst það voða spennandi, langt með spennandi efnið í blaðinu. Ég veit það ekki, þetta er eitthvað sem ég held að fólk hafi fræðimenn hafi rannsakað, sérstaklega þetta kannski að oft eru þetta konur og stelpur sem að heillast meira af þessari stefnu eða hvað þetta er, en ég þekki það ekki en ég er nú svona eiginlega finnst nú svona þetta fyrir að verða metta af svona true crime efni, það er komið svo rosalega mikið af podcastum út í heimi þetta. Já. Að það er eiginlega valla neitt annað, þannig að mér finnst rosalega gaman að skrifa glæpamál og reyna að búa til einhverja spennandi sögu, en svo kannski verður maður líka að hugsa eitthvað annað í millitíðinni. Hefur þið tekið eftir þegar þú gerir einhvern svona true crime, ertu að tala bara í rauninni sakamál, bara eitthvað sem raunverulega gerðist og að fjalla það eftir á? Já. Hefur þið tekið eftir einhverjum meiri vinsældum og svoleiðis þáttum hjá þér heldur en öðru? Já, svona dálítið, eða svona bæði sakamál og líka svona bara ráðgátur njóta vinsælda, eitthvað svoleiðis. Ég var með áður en ég byrjaði með í Ljósi sögunar, þá var ég með heila seríu aðra, Leðublakan, sem fjallaði bara alls konar ráðgátur, oft voru það glæpamál, morð eða eitthvað en ekkit alltaf, og hún var nýlega endurlífguð þessi sería, Leðublakan, sett aftur inn á hlaðvarpið, hún hafði dottið þar út og hefur líka orðið mjög vinsæl og fólk vill mikið ræða við mig þau mál, þannig að ég held að séu svona ráðgátur og þetta bara, og fólk líka bara elskar að heyra morð og blóð og óhugnað og eitthvað slíkt. Já, þú veist að tala líka að það sé ekki ráðlegt að börn sé að hlusta á þáttinn. Ég held að börn finni töluvert verri hluti heldur en í Ljósi sögunar á internetinu. En ég hef reyndar alltaf svona passað mig dálítið að vera ekki með eitthvað svona
mikinn óhugnað í lýsingum, af því mér finnst ég vera, þú veist, ég er á Rás 1 og þú veist, hver sem getur verið að hlusta og fólk vil ekki heyra eitthvað svona sko, en ég hef líka fengið kvartanir frá hlustendum yfir ógeði í þáttunum, þannig að já, það var reyndar bara ein sería þarna sænskan morðingja, raðmorðingja sem að reyndist ekki vera raðmorðingi, svo ég spoili nú þáttunum, en Býtu, hvað heitir hann? Thomas Quick. Nákvæmlega, einmitt. Þar voru svona... Þú gafst 2 þetta eða ekki? Það var 3 þáttaserja, mikið áhuga mál mitt það mál, en þá komu fekk ég nokkra kvartanir yfir því að þeir væru ákveðna lýsingar í þeim þáttum sem að væru svona kannski ekki fyrir þá viðkvæmistu, og þá gerði ég bara það að ég setti inn viðvörun sem að ég las má viðvörun á undan ógeðslegasta kaflanum, þannig að fólk að þá slögt á spólaði yfir eða haldi fyrir eyrun. Já, ég veit. Krakkar haldi fyrir eyrun. Veraðar að byrja. En þú ert náttúrulega, eins og þú sagðir, þú ert opinber starfsmaður, sem myndi ekki að gefa titill. Þá í rauninni mega allir láta sér efnið varða í rauninni og kvarta yfir hlutunum og þetta má ekki vera svona, eða ég get líka trúið að þetta sé mikið málfar og þess að þar á RÚV. Er mikið að orðsendingum að berast þættinum með það? Já, ég held að það nú við bara flesta þætti að við fáum orðsendingar frá hlustendum og þeir eru duglegir við að hafa samband, bæði það er alls konar, það er mikið af málfars athugasemdum. Ég og margir kollega mínir látum málfarsráðunut Ríkisútvarpsins lesa allt yfir sem við látum frá okkur sko, en það er náttúrulega ekki allt sem að næst þar og ég hef alveg sagt eitthvað vitlaust og þá er einhver sem að sendir og leiðréttir, og svo líka bara fólk sem að hefur skoðun á efninu, bæði finnst rámt með eitthvað farið eða eitthvað svoleiðis. Svona, það eru svona ákveðin efni meira en önnur sem að vekja kannski viðbrögð. Það er til dæmis þættir sem að fjallum málefni Miðausturlanda eða Ísrael og Palestínu sérstaklega. Þá eru vanalega einhver sem hefur samband með einhver komment eða eitthvað slíkt. Söguna og þína frásögn sem sagt af henni eða? Já, eða einhverjar meiningar efni þáttarins. Já, ok. Og ég þetta bara tek öllum athugasemdum. En svo er líka bara fólk sem að kemur með hugmyndir eða eitthvað slíkt sem er alltaf gaman að fá. Hvernig finnst þér að vera, ertu vör þig varandi gagnrýni og svona þegar þú ert að búa til efni þáttarins? Já, ég reyni svona að hafa þetta svona bara nútralt einhvern veginn og taka ekki mikla afstöðu, þó ég leyfi mér nú svona stundum að láta glitta í mínar eigin skoðanir á einhverjum efnum, en já, ég reyna að hafa þetta bara sem svona, þannig að enginn ætti að móðgast og auðvitað hafa allt samkvæmt staðreyndum. Hvernig er það sann með að bara tala sögulega hluti og frásögnin af bara atburðum? Ég meina, ég fattaði ekki sko fyrir en að ég fór til Víetnam að það er alltaf talað Víetnamstríðið og síðan komum við til Víetnam og það bara yes, and in the American War ég bara, Ameríkustríð hvað meinið, þetta er Víetnamstríð en bara í rauninni öll frásögn sem ég hef tekið inn er alltaf, sko, það er ekki hægt að segja hún sé hlutlaus. Nei. Það er ekki tilneitt sem heitir hlutlaus í einhverju svona frásögn og það er alltaf erfitt að geta þess. Hefur þú hugsað eitthvað það að þú ert að segja frá einhverju og þú ert mögulega að fara að leita bara 20.000 einstaklinga af einhverju skoðun? Já, ég hugsaði þetta mikið það og þess vegna reyni ég að stíga varlega til jarðar eins og ég get, og ef það er eitthvað svona rosalega umdeilt eða eitthvað, þá bara ég reyni að segja það beint út að þetta sé umdeilt eða þetta sé óljóst eða eitthvað svo leiðis og leyfa þá bara fólki að njóta vafans eða gera upp, eða hlustendum að gera upp sínar eigin skoðanir eða eitthvað slíkt, en ég svona reyni að forðast líka bara stundum efni sem eru á þann veginn að maður gæti aldrei einhvern veginn, maður geti aldrei fundið einhvern milliveg. Já, en þú líka alveg ráðist í svona trikki í málefni með þetta eins og bara Trump og Putin og þess að þar. Þetta er mjög vandasamt út af því að þessi einstaklingar komist til valda á einhverjum styrkleikum
en síðan eru svo ótrúlega umdeldir fyrir sín störf í dag. Einmitt. Ég fekk einmitt svo skemmtilegt komment frá einum sem að hlusta á þáttinn minn um Pútín og hann skrifaði mér post sem hann sagði sko, já, herðu, það var prýðisgóður þáttur hjá þeir Vladimir Pútín. Þau eru að vera svona 16 ára drengur, eða ekki? Nei, ekki alveg, aðeins eldri. Prýðisgóður þáttur Pútín, en því miður þá var eiginlega allt rangt í honum. Já. Síðan fylgdi langur listi yfir það sem hann vildi meina að væri einhverjar staðreyndavillur eða annað af því ég hefði stuðst við bækur sem að skrifaðar voru af hatursmönnum Pútíns eða eitthvað slíkt. Einmitt. En allavega hann var ánæður samt með þáttinn einhvern veginn, en það glatti mig. Hann var ánæður með þessa tilraun til þess að segja þessu. Annars finnst mér, svona, ég er ekkit rosalega mikill áhugamaður um pólitík eða þannig að svona, þegar ég geri þess að þætti pólitíkusa þá finnst mér eiginlega bara skemmtilegast að láta þá enda sirkabát þegar einstaklingurinn fer út í pólitík. Já, nákvæmlega. Af því að fólk getur síðan bara kynnt sér þingferil Bidens og félaga eða endilega vill sjálft, en mér langar rosa lítið að skrifa einhverja stjórnmáladeilur endilega en meira skemmtilegt að svona grúska í bakgrunni æsku þessa fólk sem kannski minna er fjallað og fólk veit minna Já, nákvæmlega. En ferðu þau samt alveg að hafa svona frjálsar hendur með þetta? Ég meina, þú velur viðfangsefnin? Já, ég vel eiginlega bara allt sjálf sem ég geri. Ég náttúrulega ráðfæri mig spjalla við samstarfsmenn mína og yfirmann og svoleiðis, en ég ákveði þetta meira og minna sjálf og þetta ræðist náttúrulega, efnisvalið ræðist dálítið mikið af því bara hverju ég hef áhuga á, hverju sinni og hverju ég nenni að eyða viku í að grúska í og skrifum. Já, einmitt. Það væri náttúrulega frekar súrt ef það væri með eitthvað viðfangsefni sem þú bara hefðir ekki áhuga á. Já, það verið það líka bara leiðilegra fyrir hlustendan. Ef ég hef engan áhuga á að koma því skemmtilega til skila, þá verður þetta ekki góður útvarpsþáttur úr því. Hvernig svona, þú ert náttúrulega augljóslega áhugamaður söguna, en kemur þetta bara til þín? Færðu bara svona, já, maður langar að fjalla þetta, eða ertu bara kannski með eitthvað svona lista yfir efni sem ég langar kannski að tekla einn daginn? Já, ég er með mjög langan lista yfir hugmyndir sem ég ætla einhvern tímann að gera og líka hugmyndir sem ég fengi frá fólki og svona, en svo fer þetta líka bara eftir, bara dagsformi eða vikuformi hjá mér hvað ég vil taka fyrir og stundum er það eitthvað sem er aktuelt í fréttum sem ég vil gefa einhvern bakgrunn eða ef það eru 20 ára liðin frá þessu eða hínu eða eitthvað svo leiðis, en stundum vakna ég bara á mánudagsmótni og hugsa nú er gaman að fjalla sjóslys og þá reyni ég að finna eitthvað sjóslys til þess að koma með. Þungur mánudagsmótni. Þannig ég minna bara alltaf eða það. Man hefur ekki alveg fulla stjórn á sínum hugsunum. En er eitthvað svona efni sem að fólk hefur óskað eftir mest? Er eitthvað svona topic sem bara, þú bara, jú, ég er búin að fá þessa ábendingu, takk, ég kannski skoða þetta? Já, svona fólk biður mikið til dæmis sjóslys. Það vill mikið heyra svona skipskaða og flugslys og annað. Þetta er mjög klassískt. Þegar fólk segir mér svona almennt hvað vil ég heyra, þá biður það sjóslys. Þetta kemur eins og þruma á heiðskýru fyrir mér, sko. Já, en svo er ýmislegt bara og það fer líka eftir því bara svona hvað er í fréttum. Þegar Venezuela var í fréttum fyrir einhverjum misserum, þá var mikið haft samband og ég beði að gera sögu Venezuela og eitthvað slíkt, svona bara það sem er ofalega á baugi. En svona hættir þið mögulega ekki út í eitthvað sem er að gerast of nálægt í rauninni nútímanum eða samtímanum, eitthvað svona of current mál? Já, ég vil náttúrulega þættinni geti lifað eitthvað, þannig að ég reyni að því að þættirnir sem að fólk er að hlusta og getur verið að hlusta á í hlaðvarpinu núna geta verið alltaf 4 ára gamlir. Já. Og eru þá kannski, ég vil ekki að þeir úreldist þættirnir, eins og ég hef líka farið, ég hugsaði ekki mikið þetta kannski þegar ég var að byrja, en það áttaði ég mikið á að svona þessum líftíma hvers þáttar í hlaðvarpinu. Þannig að þá sagði maður oft, kannski þá sagði ég í upptökunni í síðustu viku og vísaði ég eitthvað og þættirnir til dæmis Donald Trump eru gerðir áður en að hann
var kjörinn forseti, jafnvel áður en hann varð forsetaefni republikana 2016. Þannig að þá eru þeir auðvitað orðnir dálítið úreltir og ýmislegt í þeim sem að hljómar mjög undarlega að þú hlustar á það í dag, en ég hef svona reynt að fara líka aftur í katalógin og breyta þessum þáttum sem að eru svona til að gera þá alveg tímalösa og hafa þannig að núna, eins og til dæmis núna ef ég vísa í þætti í eitthvað sem gerðist í fyrra, þá segi ég ekki í fyrra heldur 2019, af því að maður veit náttúrulega ekkert hvenær einhver verður síðan að hlusta á þetta. En ertu aldrei með eitthvað svona fyrirvara, bara þátturinn tekin upp hérna 10. júlí? Jú, ég geri það svona, í undantekningatilvikum hef ég gert það. Þá þá í upphafið að lok þáttar ef það eitthvað sem óljóst eða eitthvað sem þarf að vera með en ekki ljóst, þá hef ég það bara með og segi bara þegar þetta tekið upp eitthvað svo leiðis og þá get ég kannski breytt því síðar. Heillaði eitthvað að tekla svona samtímasögu eða bara svona popkultúr eða bara eitthvað, þú veist, upprisa Drake eða eitthvað, bara svona eitthvað svona poppað? Já, ég myndi alveg gera það sko, bara ef það er saga í því, þá ég til að skoða allt sko, það eru náttúrulega kannski aðrir í nýjasta popkultúrunum en það náttúrulega bara hvar sem er góð saga er hægt að taka fyrir, held ég. Já, þú nefnilega, þú veist, þú ert þarna svona á milli einhvern veginn kynslóða og það að vera Illugadóttir myndi tekla Drake, ef ég ætla að taka það dæmi áfram, það væri svo, þú veist, fólk myndi kunna meta það ekstra mikið frekar heldur en að, þú veist, heyra það hérna á FM 957 eitthvað útvarpsþáttum þar eða þess áttar sko. Já, ég seti þetta bara strax á listan. Nei, ég myndi velja svo margt annað en Drake. Ég ekki þessi Drake maður sko, en þó svo að hann saga sig alveg áhugaverð, held ég veit það ekki, en það allan á svona, þú veist, ég held að ég meina, það kemur líka örugglega mörgum óvart, þú ertu 30? Já. Og ert að tala fólk í svefn hverju viku? Já. Hefur þið heyrt þetta oft? Já, ég hef heyrt þetta dálítið oft og ég sem betur fer að því að faðir minn líka útvarpsmaður og hann er nú með sína þætti sko klukkan 11 á sunnudagskvöldum og vanur að fólk segi við hann að það sofni við rödd hans. Já. Og þegar ég var krakki þá heyrði ég fólk segja þetta við hann og mér fannst þetta að vera svona einhver dálítið móðgun sko, að fólk væri að sofna bara þegar hann byrjar að tala, en svo sagði hann mér einhvern tímann að hann liti bara á þetta sem því mesta hrós að fólk geti sofnað við rödd hans. Þannig að ég var sem betur fyrir búin að heyra það þegar fólk byrjaði að segja þetta við mig. Já, Nei, ég bara tek því fagnandi að fólk sofni geti hjálpað fólki að sofna. En þetta nær til svo margra sko, það bara, þú veist, og þess vegna var ég myndi að pæla með þessu svona samtímasögu, einhvern veginn svo bara hvað ekki kringum EM eða HM þegar þú tekur FIFA spillingamálið, ég meina það svona, ég held að það sé ákveðin markhópur sem að logar alveg þegar þú ákveður að tekla eitthvað svona dæmi. Farið yfir í fótboltan sem dæmi. Mér finnst mjög gaman bara svona almennt að taka eitthvað þó það sé stundum snúið að taka eitthvað sem mjög nálægt mér eða okkur í tíma því að það byggður upp á svo mikla möguleika með að geta notað hljóð og alls konar slíkt sem ég finnst gaman að föndra með. Já, sem náttúrulega bara ekki til fyrir þessu sögulegu viðburði. Þannig að mér finnst það mjög skemmtilegt þegar það passar. Já, einmitt. Þannig að ég gæti alveg tekið Drake, það var alveg örugglega mjög hresst. Ég þarf að bæja þér frá þessu Drake dæmi, ég myndi bara að þetta kom upp í hugan, þetta var bara eins og þegar þú vaknar á mánudögum og hugsaður um sjóslys, það kom bara Drake upp í hugan, ég get ekki það þessi gert. En mér langar aðeins að fara yfir bara þinn bakgrunn, og það svolítið áhugavert að rýna í það, þú ert með háskólagráðu í arabísku. Já. Hvað kallar maður þetta? Háskólagráðu í arabísku, það ekki eitthvað skrítið hjá mér? Nei, ég er með BA-gráðu í arabísku og miðausturlandafræðum. BA, það var orðið fyrirbærið sem ég var að leita. Hvað kemur til? Ég hef bara frá unga aldrei haft áhuga á arabaheiminum og miðausturlöndum, eða það var svona eiginlega barið í mig af því að amma mín Jóhanna Kristjánsdóttir lærði líka arabísku og ferðaðist margra ára skeið til þessa heimsluta, til Arabalandana. Hún bjóðar og var síðan með svona litla ferðaskrifstofu sem hún lóðsaði Íslendinga öll þessi lönd
Egyptaland, Marokko, Sýrland, Jemen, Jordani og svona og ég fekk stundum að fljóta með henni og það voru mjög svona áhrifaríkar ferðir fyrir mig. Og, Þú með ömmuðinni í Mið-Austurlöndunum? Já. Það ekki margir sem fá að upplifa það? Nei, það var mjög sérstakt og ég mjög þakklátt fyrir þá reynslu. Og þú ert alveg svona svipa heilluð og hún af þessu eða? Ég meina þú endar á því að fara í háskólanám? Já, eða svona, mér langaði í eitthvað tungumálanám og arabískan lá svona einhvern veginn þá beint við. Þú það var alveg bara spænsku eða eitthvað. Ja, arabísku, það alveg gott. En þannig þú hefur ferðast allan heim með? Já, ég hef komið aldrei víða í Arabalöndunum allavega. En það oft svona svæði sem að fólk ekkert að ferðast til? Nei, einmitt og það var markmið hennar ömmu með þessum ferðum sem hún skipulaði einmitt af því að hún að fara í þessar ferðir svona frá 2005 til 2000 og 9-10 eitthvað svo leiðis og þá voru mjög fáir Íslendingar allavega sem að voru að skella sér í frí til Jemen, Jordaníu, Sýrlands eitthvað svo leiðis að mesta fólk fór eitthvað svona til Egyptalands og hún vildi auka skilning á þessum heimsluta og hún var líka með það sem hún kallaði vinafélag Íslands og Miðausturlanda, skamstafa Víma og svo var hún með góðgerðarsjóð sem að styrkti börn til náms í Jemen og svona og fór síðan í þessar ferðir með fjölda Íslendinga svona til þess að í vonum að þess að opna augu Íslendinga fyrir þessum heimsluta. Hvernig eru Miðausturlöndin? Þau eru náttúrulega bara mjög margbreytileg þessi mjög mismunandi lönd mörg en öll eitthvað heillandi á sinn hátt allavega þau sem að ég hef komið til og ég hafði mjög gaman af þessum ferðum og þau opnuðu augu mín allavega mikið og bara æðislegir staðir að koma á eða voru þá allavega kannski dálítið mörg þessara landa í dálítið annari stöðu núna en þau voru þegar við vorum að þvælast hana. Já, nákvæmlega. Þeir eru þarna fyrir, hvað sagði, 2005 til svona 2010? Já, þannig að ég kom til dæmis til Sýrlands 2007 minnum mig að hafa verið. Og hvernig var þá að fara til Sýrlands? Var það bara ekkert mál út af að styrjaldirna voru ekki byrjaðar? Já, í raun og veru, það var náttúrulega bara að maður þurfti að fá vegabréfsáritun og svo leiðis en þegar maður var komin til landsins var manni afskaplega vel tekið og þetta var bara yndislegt land að sækja heim, bara fallegt og gott fólk og gestrisið og mjög gaman að fara til Sýrlands. Leður eins og værir að fara á svona, vissir alveg þú værir að fara á framandi slóðir á þessum tíma og mögulega eitthvað svona hættu slóðir? Já, manni fannst maður aldrei vera á neinum hættuslóðum, sko. Nei. En þetta framandi slóður, ég fór fyrst til Egyptalands sem er kannski svona mesta túrista landið í þessum heimsluta og það var svona samt allt annað en það sem ég átti að venjast þá sem íslenskur menntaskólanemi og síðan fór maður alltaf svona kannski stigvaxandi skringilegri slóðir frá Sýrlandi, eftir Sýrland þá fórum við til Jemen sem er allt öðruvísi land núna er það náttúrulega í hörmulegt ástand þar en þegar við vorum þarna þá var það samt afskaplega fátækt en friðsælt og líka mjög skemmtilegt að koma þangað. Hvað tekur úr svona ferðalögum? Já, bara að kynnast alls konar fólki og finna einhverja svona aðra stemmingu fannst mér merkilegt. Ég til dæmis kunni afskaplega vel við mig í Damaskus, höfuðborg Sýrlands. Ég veit svo sem ekkert hvað það var nákvæmlega. Það var bara einhvern veginn gott andrúmsloft þar og manni leið vel að ganga um götur og svo framvegis. Þannig að það svona Damaskus til dæmis satt lengi í mér bara minningar þaðan þó við höfum bara verið þar í einhverja daga og ég ætlaði alltaf þegar ég var í náminu þá ætlaði ég alltaf að taka mér frí í 1-2 annir og fara til einhvers Arabalands til að tilengja mér arabískuna í alvöru að læra að tala svona götu arabísku.
og þá var ég alveg búin að ákveða að ég ætlaði að fara til Damaskus sem var líka mjög vinsælt meðal arabísku nema það voru góðir skólar fyrir útlendinga og það var ódýrt að vera og bara gott en ég ætlaði að fara hana 2011 en það því miður gekk ekki alveg upp út af borgarastríðinu sem var að bresta á. Ekki svolítið magnað að sjá þetta svona gerast fyrir framáman? Jú, mjög, það var einhvern veginn þetta svona byrjar þetta arabíska vor akkurat þegar ég úti í háskólanum og það var bara allt að gerast á meðan við sátum í kennslustundum og svona í Egyptalandi og víðar. Þannig að það var rosa merkileg upplifun. Langaðir að fara þarna aftur? Já, ég held í vonina að komast til Damaskus aftur og ég veit ekki hvenar það verður. En ég fór núna síðast til Ísrael og Palestínu núna fyrir 2 árum. En annars hef ég ekki ferðast neitt þarna síðan allt þetta brast á en ég væri mjög mikið til ég að geta farið aftur til Jemen og Sýrlands og Líbíu sem kannski ekki mjög raunhæft í augnablikinu. Nei, en langar að fara þangað aftur upp á sögulegt gildi og sjá hvernig þetta núna og bera saman eða bara þetta góðir staðir? Já, helst myndi ég vilja fara bara af því þetta væru góðir staðir og maður geti bara farið þarna og skoðað frekar en að mér langar ekkit endilega að fara og skoða rústir og heyra af hörmungum en það eru þetta, ég veit ekki hvenar það verður mögulegt. Nei, hann Kristján Gíslason betur þetta sem hringfarinn var með þætti á RÚV, 3 þætti heimildaþætti sem hann ferðaðist hringinn kring jörðina á mótorhjóli og hann náttúrulega fer á alla þessa svona óförnum staði, ég meina ekki viðfarnir allavega, það sem að ég meina bara Íran og önnur lönd sem að maður beint ekki að bóka sumarfríið sitt til og hans svona, það sem hann tók út úr þessu var að hann hætti að skoða fjölmiðla hætti að skoða fréttir og allar fréttir af ástandinu í öðrum löndum bara eigi ekki við stóðir í raunveruleikanum að styðjast í einhverjum tilfellum náttúrulega og upp að einhverjum marki en tengirðu að einhverju leyti við þetta eins og bara þegar ég að heyra að þú sért í Sýrlandi og í Damaskus og Líbíu og þess að það bara svona herðu, wow, hún fór bara þangað. Já, maður heyrir þetta bara af hörmungunum, maður heyrir þetta bara slæmu fréttindar frá stöðum sko. Já. Og þetta ég menn þú getur lifað einhvers konar eðlilegu lífi í Sýrlandi í dag á allavega á einhverjum stöðum í landinu en ekki öðrum kannski og sömuleiðis í Írak þannig að maður fær alltaf bara slæmu fréttindar nema maður leiti sérstaklega að þeim góðu eða svona hvernig reyna að komast að því svona hvernig svona hið daglega ástand þannig að það þetta alltaf hægt að maður getur alltaf kannski farið víðar en maður ímynda sér af því að lesa bara fyrirsagnir af nýjustu hörmungunum. Já, og ég upplifði þetta sko út af þú gerðir þátt Duterte og dauðasveitirnar hans sem fór til Filippseyja og þá var lókallinn var bara manna ánæðastur með Duterte bara hann búinn að bjarga náttúrunni og hann búinn að gera þetta og eiturlyfjum minna vandamál og allt svona en samt var einhvern veginn svona fréttastemmingin einhvern veginn þannig að Duterte væri vondur maður. Já, ég menna eins getur maður svo sem alveg farið til Bandaríkjana þó að fréttirnar frá Bandaríkjunum séu eintómar, séu ekkert nema náttúrulega sjúkdómar og mótmæli og óerðir og hvaðina. Nákvæmlega. Það bara, þetta svo fín lína að taka marka á þessum hlutum út að ég stend með alveg að því að bara svona ef ég byrja að heyra eitthvað svona, þá byrja ég bara að lita eitthvað mynd af bara öllu landinu sem náttúrulega svo fáránlegt út að bara það að mála mynd af Íslandi út frá einhverjum fréttum og Íslandi svo lítið en þarna bara, samfélagin svo ótrúlega fjölbreytt þarna og heyra eitthvað slæma fréttir, það bara ekki hægt að heimfara yfir á allt samfélagið. Og fréttir náttúrulega alltaf fréttir eru svo stuttar og það svo lítill tími til að gefa einhverja stóra mynd af atburðum. Ég var fréttamaður sjálf áður en ég fór yfir á Rás 1 og þú veist, maður með 90 sekúndur til að segja frá ástandinu í Sýrlandi eða eitthvað svo leiðis fyrir 1 fréttatíma og það rosa lítið sem að kemst að nema bara allra versta. Já, einmitt. Það ekki hægt að vera lauminn einhverjum mjúkum fréttum þarna.
en það samt allt í góðu sko. Veist, þetta vissulega styrjöld en ég meina ef þú myndir fara þarna, það væri voða fínt sko. Mikill friður þarna. Finnst þér eins og að svona fréttastarfið sé ábyrgt fyrir þessu líka, að vera ekki að mála upp og svarta mynd af einhverjum atburðum? Já, ég veit það ekki, sko, það náttúrulega, mér finnst það samt einhvern veginn líka vera bara hlutverk fréttamanna að þeir eiga auðvitað að segja frá svona hlutum og ekkert vera að fegra heldur eitthvað, það er stundum gagnrýni á fréttamenn að þú veist, þið segið aldrei góðu fréttirnar eða þið segið alltaf bara frá voðaverkum Ísrael að þið segið aldrei hvað samkynhneigðir hafa það gott í Ísrael eða eitthvað svoleiðis. Mér finnst það ekki vera fréttamanna einhvern veginn að reyna endilega að fegra eitthvað eða að draga upp einhverja betri mynd á hlutum en eins og auðvitað má fólk líka bara kannski leita sér frétta víðar en bara lesa fyrirsagnirnar í einum miðli eða tveimur til að reyna, það er náttúrulega bara vinna að fá einhvern veginn svona skýrari mynd af stöðum og atburðum og slíku. Já, nokkulega. Og náttúrulega vinna sem bara best varðið í að fara á staðinn, sko. Já. Eins og þú, ég meina þetta tækifæri að ferðast þessi lönd og bara síðan að fjalla þau í þínu starfi, ég meina þetta gefur rosalega innsýn, eða ekki? Já, allavega svona einhverja örlitla innsýn. Ég náttúrulega var bara ferðamaður og mun aldrei þykjast hafa einhvern djúpan skilning á samfélögum þessa heimsluta út af því. En það er auðvitað, já, mjög ómetanlegt að hafa einhverja innsýn. Já. Var einhverjum uppáhaldsstaðir sem þú endaðir á hérna með ömmuðinni? Sko, ég hafði rosalega gaman af bara Jemen almennt. Það er ótrúlega fallegt land, bara náttúran er ótrúleg, fjöll og dalir og slíkt og hrikalega góðu matur sem er kannski kaldhæðnislegt að segja því að nú geisar þar hungursneið hjá stórum hluta þjóðarinnar. Hvernig er svona matagerðin að það? Hún spaðir svona bara einhver framandi krydd sem ég kann ekki að fara með sem eru notað alls konar kryddblöndur og svo skemmtilegt að þeir eru svona bjóðu upp á marga rétti, við borðuðum oft bara í heimahúsi hjá einhverjari jemenskri fjölskyldu sem var búið að fá til að bjóða þessum skrýtnu Íslendingum til sín og þá fer maður í stofuna og allir sitja á gólfinu og síðan eru borðnir á borð sko milljón mismunandi réttir og maður veit ekkert hvað þetta er en allt afskaplega gott. Aldrei neinn matareitrun eða? Jú, það voru nokkrir í ferðinni sem fengu matareitrun. Ég held að það hefur verið aðalega þegar þeir drukku eitthvað vatn sem þeir áttu ekki að drekka. Já. Það var alltaf eitthvað í hverju ferð, einhver sem fekk í magan. Það brýndi amma alltaf fyrir fólki að taka einhverjar magaveiki töflur með. Já, það er svona skárra sko. En svona núna í seinni tíð, ertu sjálf að ferðast á einhverja svona framandi staði? Ekki nóg mikið, ég er einhvern veginn allt og heimakær og hef ekkert verið að fara neitt. Ég ferðast kannski svona meira bara til Evrópu, ég er mikið fyrir austanverða Evrópu eða hef verið mikið að ferðast þar, Pólandi og slíkt. En nei, fyrir utan þess að ferð þarna til Ísrael og Palestínu þá hef ég ekki verið á neinu svona framandi slóðum. Já, varstu í Ísrael, hvenær sagðir þú að varst þar? Fyrir 2 árum? Já. Var alveg góð stemming þar? Já, það var... Og ekkert mál að komast þangað? Yfir til Palestínu þá? Nei, ekki á Vesturbakkann. Það getur maður alveg gert ef maður er ekki palestínskur sjálfur er lítið mála að ferðast þar á milli. Man er bara veifaður í gegn og meðan maðurinn í næsta bíl sem er greinilega palestínumaður, arabi, hann er kannski stoppaður af hermönum við einhver svona checkpoint. Já. En ef maður er bara hvítur Evrópumaður þá getur maður bara valsað hann eiginlega á vissa staði. Og ertu að tala arabísku þarna úti? Tja, ég er ekki nógu, ég náttúrulega fór aldrei í þetta námitt til, ég nota það sem afsökun, ég komst aldrei í þetta námitt þannig til Damaskus, það sem ég ætlaði að ná svona góðum tökum á arabískunni, námið sem ég var í háskólanum, ég sem lærði í Stokkólmi, námið sem ég var í háskólanum var svona mjög bóklegt og arabískan er þannig að hún er í raun og veru rosalegu munur á
á ritmáli, bókmáli og talmálinu. Já. Og talmálið sömuleiðis líka mjög mikill munur eftir löndum og svæðum í Arabaheiminum, þannig að það sem þú talar á götunni í Marokkó er allt annað en það sem þú talar á götunni í Mekka eða í Óman eða Bagdad, og maður þarf eiginlega svona kannski að velja sér einhverja mállýsku til að temja sér þannig. Hvað myndir þú velja? Ég myndi velja svona það sem þeir tala í Sýrlandi og Líbanon og þar í kring. Er það temmilega útbreytt líka? Já, það er svona svipuð mállýska í þeim löndum og Palestínu sömuleiðis, en annars líka vinsælt hjá þeim útlendingu sem að læra arabísku að læra egypsku, af því að Egyptar eru svo fjölmennir og egypsk menning mjög útbreytt allan þennan heimsluta. Já. En það sem ég var að læra í háskólanum var eiginlega bara bókmál, og við vorum bara að lesa bækur og lesa Kóraninn og einhver eldgömul fræði. Þannig að ég mér gengur betur að lesa en að lesa einhverja skruddur heldur en mér gengur að panta mér kebab út á götu. Þess vegna varst að tala að langar að fara að læra götu slangið. Já. Það er bara sem í allt öðru heldur en ritmálið. Já, þetta er það sem við lærðum, heitir bara svona standard arabíska, og hún töluð til dæmis á Al Jazeera fréttastöðinni sem er sjónvarpað allan heim. Já. Og þannig að maður hljómar svona kannski eins og fréttaþulur, rosalega formlegur fréttaþulur sem mættur út á götu, skýtur svona staflítið skökku við. En maður getur gert sig skiljanlega en kannski ekki skilið allt sem sagt við mann á móti. Og hvað var fyndið þetta að vera svona á Íslandi, að bara ef maður myndi tala bara fáaða íslensku, það var allir bara, hvað í gangi? Það væri svona mikill munur á því sem að bara Bogi Ágústsson var að þylja upp í fréttunum og sem krakkarnir var að tala á götunum. Já. Það væri til að fara til Íslands og læra alvöru götu íslensku. Það var geta að panta með kebab á íslensku. Það var gott. Herru, en þú ert alltaf með, þú ert svolítið fætt inn í fjölmiðla umhverfi. Jú. Mamma leikona og pappiðinn bara fjölmiðla maður. Já, og hann alltaf var mjög mikið í útvarpinu að svæfa fólk þegar ég var alast upp, og ég man eftir mér svona eitthvað skottast gangana í efstaleitinu þar sem ég vinn núna bara sem krakki, og ég hitti það er ennþá samstarfsmenn mínir af svona elstu kynslóð sem að segja, já, ég man nú eftir þér þegar þú varst svona lítil. Góður rótur ykkar starfsfólki og já, og svo var alltaf, það var lengi einn, ég held hann sé nú hættur, sem að stærði sig að því að hann hafði unnið með mér, hann hafði unnið með pappa, hann hafði unnið með afa mínum og langafa. Já. Í útvarpinu. Einmitt. Hann er hættur, já. Já, ég held að hann sé hættur. Hann er allan að koma eftir laun. En hann var þarna fyrir bara mjög nýlega. En já, þannig ég það lá mjög beint við að ég færi að vinna á Ríkisútvarpinu. Ég svo sem hugsaði ekkert mikið út í það hvað mér langaði til þess að gera. Það var einmitt faðir minn sem að stakk upp á því að ég myndi sækja vinnu hjá RÚV fyrst á fréttastofunni, þannig að hann svona dálítið ítti mér út í þetta. En þú byrjar náttúrulega í fréttamennskunni? Já, ég byrja bara sem sumar starfsmaður á fréttastofunni 2012 held ég, og hef bara eiginlega verið þarna síðan. Færði mig yfir á Rás 1 svona fyrir 4-5 árum. Já. En leiklistin, hún er ekkert að blossa upp? Nei, ég hef mikið áhuga á leikhúsi og mér finnst mjög gaman að fara í leikhús og ég hef áhuga á svona öllu við leikhús, tækninni og leikritum og öllu slíku, en ég hef alltaf fundið á mér að ég væri ekki mikill leikari, sko. Já. Og svo líka brýndi mamma mikið fyrir mér að ég ætti helst ekki að verða leikari. Hún vildi það ekki og vildi til dæmis ekki að ég yrði svona svo kallega leikarabarn sem fær hlutverk í barnasýningum og svona út á það að vera barnleikara. Ég þekkti mörg svona leikara börnu þetta í gegnum vinafólk og samstarfsfólk mömmu,
og ég var alltaf svona dálítið öfundsjúk þegar ég var lítil að ég var aldrei að leika í kartíónbænum eða gera eitthvað sem að krakkar sem ég þekkti voru að gera af því að mamma vildi ekki að við börnin hennar yrðum svona leikarabörn en ekki það, ég var ekkert að grenja yfir því, ég var ekkert að sækja sérstaklega eftir því og ég sé ekkert eftir því í dag sko. En annars sagði hann að þú getur orðið hvað sem þú vildir, bara ekki leikari. Já, bara ekki leikari. Já, en þetta náttúrulega svolítið spes að fara yfir í þú byrjar í frétta, bara á fréttastofu að segja fréttir, en út af þú nefnir þarna að þú hefur áhuga á öllu sem að tengist leikhúsinu. Ertu svolítið að tala það sama og þennan hljóðheim sem þú ert að búa til með svona nýrri sögulegum atburðum, þar sem þú ert að fá svona hljóðklippur og búa til aðeins meira heldur en bara þína eigin frásögn í þáttunum í ljósi sögunar? Já, mér finnst alltaf gaman að reyna að gera svona smá leikrit einhvern veginn, ef þess er kostur. Mér finnst útvarsleikrit eða útvarsleikhúsið mjög vanmetin miðill, það er rosalega flott hvað er að gera sko bara með hljóði, búa til stemmingu og annað og mér finnst gaman að taka mér smá bessaleyfi í að vera með einhverja svoleiðis æfingar. Þannig að ef ég get fundið einhver hljóð sem að tengjast því sem ég er að tala um, þá reyni ég alltaf einhvern veginn að koma þeim inn í. Ertu bara ein í þessu? Já, ég tek upp með tæknimanni, en annars sem að hjálpa mér við samsetningu og slíkt, en annars er ég bara ein í þessu. Langaði að, var ekki draumurinn að vera bara með, ég meina út af þarna er sko, ef við getum farað eins yfir ferlið og án þess að ég þurfa að giska á það og eyðileggja allt fyrir þér, en þú ert væntanlega að afla allra heimilda sjálf, setja síðan upp þína eigin frásögn og lesa hana og síðan, kannski hjálpar þér einhver með upptökurnar og koma síðan efnin út. En þetta er ansi mikil vinna eða ekki og sérstaklega þegar þú þarft að gefa eitthvað út vikulega og þarft náttúrulega að byggja upp áhuga á efninu. Já, þetta er alveg talsvert mikil vinna og það er náttúrulega líka vinna sem fer í bara heimildavinnu, grúsk og ég þarf að lesa bækur og svoleiðis, það tekur tíma bara að skrifa allan að texta, jafnvel þó ég væri með þetta allt í kollinum þá bara tekur það tíma að skrifa 15 síður af texta í hverju viku en svo náttúrulega alls konar annað sem að kemur inn í og ég er ég vinn dálítið heima og þannig en ég er ekkert að telja klukkustundinnar sem að hver þáttur tekur mig en þetta er alveg vinna og það væri flott ef maður væri á BBC eða eitthvað sko, þá væri maður örugglega með svona researcher og eitthvað svona teymi sem myndi hjálpa manni en það er draumurinn en svo er ágætt líka bara að gera þetta allt sjálfur og vera algjörlega sin eigin herra. Já, þá getur það verður of mikið sko. En hvernig heldur þetta sé eins og hjá, er ekki eitthvað podcast sem heitir Crime Junkie? Jú. Þetta heitir það Crime Junkie. Er það ekki, þau eru að dæla út þáttum og ég meina núna komst það í fréttinar út að þau tóku fyrir Birnumálið. Heldur að þetta sé einhvers konar teymi sem er að bara afla heimilda og út af þessi miðlar, ég veit að þeir eru að gefa þetta út sjálf og þau eru ekki að gera þetta í nafnin eins en það er ákveðin ábyrgð í því að segja frá atburðum og passa að þetta sé satt og rétt gert og þá má maður ekkert eitthvað svona flýta sér og höfum þetta bara svona verður ekki verið eitthvað svona teymi á bakvið þessa stærðagráðu af þáttum? Jú, auðvitað og það ég man ekki alveg með þetta en ég veit að mörg af þessum stóru svona útlendu glæpa podcastum, þeir eru með bara fólk sem að les og fólk sem að er að afla gagna og svoleiðis og svo einhver annar sem að tekur upp eða annar sem að skrifar, þannig að það er oft alveg fleiri en einn á bakvið þessi podcast en það eru þau náttúrulega líka bara business þegar þeir eru komin með auglýsingatekjur og annað slíkt. En ég veit ekki hvernig það var með þennan en ég þekki alveg að mörg þessara svona stærstu podcasta eru með einhvern mannskap eða minnst að kosti 2 og 3. Já. Hvað fannst þér að það hafi tekið fyrir Birnumál? Hlustaðir á þetta? Nei, ég er ekki búin að hlusta. Það er eitthvað svona sem, myndið þú aldrei fara þangað? Nei, ég svona forðast almennt íslenska atburði. Já, já, ég náttúrulega með svona sögulega atburði á Íslandi þá finnst mér, það er oft einhver annar búin að taka það fyrir í milljón útvarpsþáttum eða þá að það er búið að gera það í einhverju sjónvarseríu eða eitthvað þannig að kannski skiptir ég þarf ekkert að bæta ofan á það
og svo náttúrulega líka eitthvað sem er nýbúið að gerast hér á landi náttúrulega bara, getur verið viðkvæmt og þannig og þannig að ég svona forðast það, ég hef ekki tekið þetta mál. Nei. En ég náttúrulega hef fjallað einhver glæpamál og viðkvæm mál í nágrannalöndunum og svona sem að enn eru viðkvæm þar, þannig að ég get svo sem ekkert fordæmt þetta podcast. En þú ert náttúrulega með þannig brand líka sko, og eins og þegar þú segir þetta að myndir ekki fjallum eitthvað út að það væri búið að fjallum það finnst mér samt svona, já en það er ekki búið að fjallum það eins og þú fjallar það veistu hvað ég við? Bara svona, það er ákveðin stimpill bara, segjum að maður sé búin að vera að lesa eitthvað mál bara samherjamálið eða whatever og það er bara, maður er að taka upplýsingar allstaðar að og ef þú myndir síðan koma með þátt bara, herru, hérna það sem gerist og þá væri maður svona, herru, ok, hún er búin að zooma þetta upp ég til ég að taka þetta inn frá þessu sjónarhorni. Veistu hvað ég við? Með að þín frásögn er örugglega aldrei að fara að vera svipuð og einhvers annars. Nei, það er þetta geti ekki verið en já, það væri þá, ég myndi þá heldur taka eitthvað sem væri svona aðeins fjær í tíma. Já. Ég hef alveg velt fyrir mér einhverju sem hefur gerst í Íslandssögunni og jafnvel langað að fjallum en svo mér finnst ég einhvern veginn bara ég er búin að gera núna 100 og eitthvað eða 200 og eitthvað þætti og það hefur alltaf verið eitthvað erlent þannig að það er eiginlega bara svona þetta er orðið eiginlega bara konseptið að þættinum sem væri alltaf erfitt að breyta en mér langar einhver tíman að fjalla sögulega atburði úr Íslandssögunni en það er þá kannski bara í einhverju sér slotti eða búa til eitthvað annað konsept eða einhverja seríu eða eitthvað slíkt. Ertu með eitthvað topic sem að voru þeitt fyrir? Nei, ekkert sem ég myndi gefa upp hér. Ekki að svo stöddu, sko. En eins og núna, þegar þátturinn er í sumarfrí og þú veist að þú ert að fara að henda þér aftur inn í þetta, þá ertu með þennan lista yfir efni og er það bara gjörsamlega bara það sem grípur hugaðinn bara, herru, ok, nú byrjar næsta serja, bara, hverju hef ég áhuga á núna? Já, það er eiginlega bara þannig. Ég vil að það ekki. Er ekki gaman? Jú, það er mjög skemmtilegt að fá að bara gera það sem maður vill hverju sinni, en stundum væri ég líka bara til í þegar ég á mjög erfitt með að ákveða mig hvað ég vil gera og ég er ekki neinu stuði eða vakna ekki hugsandi sjóslys að ég fengi bara fyrirmæli. Það kemur svo dagur. Já, heyrðu, nú skalt þú fjalla þetta. Einmitt. Þetta er gallinu að vera sinni einherra. Já. Það er þegar maður fær að taka allar ákvörðunar sjálfur þá bara nennir maður ekki að taka einhver eina sem að frestar öllu ferlinu. Það er stemmingsamt. Hvenær hefst aftur eftir sumarfrí? Líklega verður það bara í byrjun september eða þá mánaðamótin. Já, og heldur þá fram að jólum eða fram yfir jól? Já, þetta er í raun og veru bara alltaf þegar föstudagur fellur ekki á einhvern frí eða hátíðisdag þá er þáttur á að vera þáttur á dagskrá nema ég veikist eða kom eitthvað upp á þannig að Já, þátturinn er ekki sýndur eða er hátíðisdagur ekki útvarpað. Nei, þá kemur engin þáttur í útvarpinu og þá náttúrulega kemur hann ekki inn á hlaðvarpið eftir á þannig að þá svona riðlast aðeins. Það er svona smá skemmtilegt. Það er svolítið fallegt að þetta podcastið er náttúrulega alls ekki þannig. Nei. Það bara skiptir engum máli, það er engin línuleg dagskrá þarna. Það sé bara allt sett á hold fyrst að Jesú var að gera eitthvað fyrir 1000 ára. Verst að þessir hátíðisdagar þeir falla svo oft á 50 dag sérstaklega svona á vorin sumardagurinn fyrsti og alls konar einhverjir dagar og þá ert þú náttúrulega að klára þá er ég að klára þáttinn og taka hann upp í stúdíói sko, og þá þarf ég að gera allt á miðvikudegi mig vantar 1 dag að ég fæ ekki tæknimann á hátíðisdegi og slíkt þannig að þá líka getur þetta reyðlast til þannig að það er alls konar sem getur haft áhrif og þetta er þessi línulega dagskrá. Þetta er ekki auðvelt? Nei. En maður spyrja þess hvað þið finnst svona frásögn af samtímasögunni eins og bara sem dæmi það sem allir eru að tala The Last Dance af Michael Jordan. Hvað finnst þér til dæmis að hann sé einn af framleiðendum sögulegra þátta sjálfan sig? Það eru þetta dálítið vafasamt svona sem ef maður á að líta á þetta sem einhverja hlutlausa sögulega heimild þá er það náttúrulega ekki hægt en líka kannski skemmtilegt að því að það gefur aðra möguleika
og hans svona, þú veist, af því að hann sjálfur þarna, þannig að það svona bara eiginlega veg og meta. Maður getur náttúrulega ekki, hann myndi ekki líklega að fá ritrýnda fræðigrein í sagnfræðirit sem hann skrifaði sjálfur sjálfan sig, en að gera svona þætti fyrir almenning, það kannski, það má allt. En eins og Chernobyl þættinir, horfðirðu á þá? Ég horfði á þá. Hvernig fílaðirðu þá? Ég fílaði þá mjög vel bara, eins og flestir. Já, þú veist, en þar tókst þeim svo ótrúlega vel til með hann heim, sko, og setja mann inn í þetta bara Austurlanda svona stemminguna og þú veist, ég vissi það lítið þetta slys að ég bara keypti við öllu sem að koma þarna fram. Síðan heyrði ég svona eftir á þetta var nú ekki alveg rétt svona og svona og svona. Þú veist, þetta er svona smá vand með farið að segja þessu sögu. Já, það er náttúrulega alltaf þannig, en ég meina sá þáttur var líka byggður á heimildum og viðtölum og viðtalsbókum og alls konar, en það er aldrei hægt að gera allt einhvern veginn 100% akkurat. Nei, og það er náttúrulega bara endar fólk að segja aldrei söguna, sko, ef þetta á að vera bara eitthvað 100% rétt og það er alltaf hægt að finna einhvern aðalega sem upplifði þetta öðruvísi, sko. Og mér finnst líka svona í svona afþreyingar, þegar maður að vinna með svona afþreyingar forma, því að eins og mínir þættir eru ekki ætlaðir sem einhvern svona, sem kennslu eitthvað kennslugagn í sagnfræði, heldur að þetta í raun og veru bara til þess að fræða og skemmta fólki, og mér finnst að þá megi maður svona leyfa sér alveg örlítið allavega, og stundum segi ég eða skrifa eitthvað svona, einhverja vangaveltur að kannski hafi þessi hugsað þetta eða eitthvað slíkt sem ég svona leyfi mér að láta fljóta með. Af því að þetta er ekki ritgerðin mín í sagnfræði eða eitthvað. Má svona aðeins hafa smápöng. Já, en líka, sko, þú veist, það er ekki eins og þú hafi bara verið fenginn til þess að bara raða saman texta og lesa hann upphátt. Ég meina, fólk alveg til þegar einmitt búið að fylgja það kannski 4 ár og komið 100-200 þætti. Það var, þú veist, það er náttúrulega ákveðin vitneska komin frá þér og náttúrulega sérstaklega tengt svona Mið-Austurlöndum. Það væri líka alveg bara gaman að heyra bara, hvað finnst verið þetta? Það var þú veist, það er ekkert að því að leyfa því að fylgja með, bara ef maður kannski tekur það fram, bara, þú veist, þetta er mín skoðun, það gæti verið að þetta hafi verið svona, frekar heldur en að halda einhverju fram. Já, og það er svo skemmtilegt einmitt við útvarp eða hlaðvarp einhvern veginn, það er svo persónulegur miðl, því maður er bara að tala beint í eyrun á fólki og fólk er bara, liggur upp í rúmi eða eitthvað með bara röddina manns í eyrunum, sem er mjög undarleg tilfinning finnst mér að hugsa sko, stundum þegar ég gera það, og bara að fólk sé, það er alls konar fólk að gera eitthvað og það er með mig bara hérna eitthvað malandi í eyrunum á sér, og mjög stundum sko bara óþægilegt að hugsa það þegar ég er að taka upp þættina bara, það er bara alls konar fólk á eftir að vera að hlusta á þetta og eitthvað, ég reyna að hugsa lítið það, en þetta er svo persónlegu miðill, þá varst manni einhvern veginn leyfa sér aðeins að svona að taka smá skref út úr einhverju þurru sagnfræðinni og ártölunum og því. Það er eins og það er einhver svona mýta sem að margir hafa þegar þeir hugsa dagskrárgerð á Rás 1 sérstaklega, því ég stundum farið og talað við háskólanema sem eru í svona einhverjum kursum útvarpsþáttagerð og bara svona sagt og tekið spurningum og eitthvað, það er til dæmis mýta að það megi ekki segja ég á Rás 1, að sko þáttastjórnandi megi ekki koma með neitt einhvern veginn frá sjálfur sér, það megi aldrei segja ég og í mestalagi eitthvað svona umsjónarmaður telur að eitthvað svoleiðis, og ég hélt þetta líka þegar ég var að byrja einhvern veginn, en þetta er auðvitað bara rugl, ég get ekkert tekið mína persónu frá þessum þáttum algjörlega. Nei. Og ég segi ég ef ég þarf. Hvenær uppleiðir að þátturinn var svona vinsæll? Það var nú bara svona frekar fljótt sko, ég man það ekki alveg, það kom mér mikið á óvart þegar fólk byrjaði að tala við mig út á götu þættina, af því að og ég veit ekki hvað var, það voru einhverju mánuðir liðnir líklega, en síðan hefur þetta bara aukist og aukist, og ég var dálítið súr fyrst þegar sko fólk byrjaði svona einhvern veginn
ávarpa mig út á götu og svona, auðvitað bara þakka mig fyrir sem bara frábært. En ég bara átti alls ekki vona því og í fyrst þá var engin mynd af mér með sko þáttunum í hlaðvarpinu eða í spilarunum og rúf eða neitt, það var bara einhver svona generísk mynd af ljósaperum og ég var að vona svona að fólk myndi ekki vita sko hvernig ég liti út eða einhvern veginn að ég geti farið huldu höfði því ég rosa sko feimin og félagsfælin og ekkert svona rosa mikið til ég eitthvað svona að fólk sé að ávarpa mig út á götu eða var það ekki, ég er löngu búin að venjast því en þannig að komið svona dálítið á óvart þegar fólk fór að vita hvernig ég liti út og eitthvað svona en ég sætt mig við þetta í dag. Já, þú ert meira bara svona út af fyrir þig? Já, ég hélt það alltaf, ég var alltaf búin að ímynda mér það að vinna á Rás 1 væri einhvern veginn að maður væri bara einhvers staðar út í einhverju hotni sko og í raun og veru að mala eitthvað sem að enginn hlustaði og ég byrjaði að vinna þarna svona áður en allir þessi hlaðvarpsbylgja varð til og maður væri bara hann einhvern veginn að grúska eitthvað fyrir í raun og veru engan og bara draumurinn. Já, og mér leist bara ágætlega á þá framtíð. Það er hérna frasi sem var notaður svona til, já, eiginlega af öðrum starfsmönnum Ríkisútvarpsins, svona Rásar 1 starfsmönnum til háðungar var hérna ríkfallin dagskrárgerðarmaður, þarna varu ríkfallinir dagskrárgerðarmenn, þeir hefðu ekki hreyft sig úr stólunum svo lengi að það væri bara komið svona ríklag á þá og mér leist alltaf bara svona ágætlega á að ég yrði slíkur. Jæja. En það gekk. Það er bara því miður þá eru þetta nú vinsælir. Það er bara þessi hlaðvarpsbylgja þurft að koma og yfir ekki allt. En mér finnst líka bara rosa gaman að sjá bara hvað mörgum þáttum á Rás 1 gengur vel og hvað er bara margt spennandi í gangi hjá okkur og fólk að uppgöta að þetta er ekki bara morgunleikfimi og symfóníutónleikar og eitthvað slíkt. Nei, það var náttúrulega verður líka svolítið að uppfæra það. Það verður að íta á refresh-takkan á þessu nokkur sinnum og náttúrulega bara eins og ég er náttúrulega bara líka að reyna að taka það fram að bara vel gert hjá RÚV að bara vaða í þetta, komið svo út í gegnum bara nýjan miðil. Já, það var alveg til efnið en samt byrtað annars þar. Það tók náttúrulega, það hefði tekið smá tíma og verið alltaf erfitt. Þetta er náttúrulega stór stofnun og getur verið þung í vöfum og líka íhaldssemi stundum. Ég man að þegar ég byrjaði, mínu fyrstu útvarpsþættir byrjaði með þá 2012 eða 13 og þá vorum við svona að spurja yfirmenn hvernig væri með hlaðvarpið. Hlaðvarpið var komið sko en það var mjög erfitt að finna það á rúf.is og mjög erfitt einhvern veginn að kerfið var mjög vont og allt slíkt og við vorum svona eitthvað að spurja sko hvort það væri eitthvað útlit fyrir að það myndi eitthvað ferskara, það myndi eitthvað breytast í þessum efnum en þá voru sko yfirmenn á RÚV sem að sögðu bara nei, það notar enginn þetta hlaðvarp. Ja. Það var engin ástæða til þess að hugsa eitthvað mikið um það og það náttúrulega notaði enginn af því að það var svo glatað á þessum tíma en síðan þegar fór í alvörunni einhver vinna í gang um að bæta það áveikja athygli á því og svo leiðis þá náttúrulega byrjaði þetta að kikka inn. Já, og það er kannski eins og það sem ég var að koma að í byrjun með bara að það segir svo mikið hvar og hvernig efnið er byrt og þetta er bara svona eins og mann þegar ég var að byrja með podcastið og fyrsta viðtalið var 2 klukkutímar og einhverja mínútur og okkur bara einmitt, bara eins og einhver hafi 2 klukkutíma til þess að hlusta á þig tala eitthvað. En þú veist, þetta er eins og að horfa á bók og segja bara einmitt, ég get ekki lesið þetta allt í einni bunni núna, það er bara ekki hægt. Þarna ertu bara náttúrulega bara að pása og hlusta í korter og korter eða bara hlusta í korter og síðan bara ekkert aftur. En þú veist, það er þarna þessi nýji miðill býður upp á bara nýja leið til þess að hlusta. Og það er rosa mikið sem að svona þarf að huga að bara eins og til dæmis eitt sem að þurfti að ráðast í og ég held að það er eftir að bæta það er líka bara að kenna fólki hvað er hlaðvarp. Það eru sérstaklega eldra fólki sem að heyrir þetta kannski og veit ekki hvað þetta er og er síðan ég fæ til dæmis skilaboð frá fólki sem spyr býtu hvar get ég nálgast eldri þætti frá þér og þá þarf maður að bara útskýra þessa tækni. Já. Og alla þá möguleika sem þar eru. Það held ég, sko, það eru ennþá möguleikar í að svona bæta það.
Ég man alveg eftir því, samt. Mér þótti hérna bara podcast konceptið mjög skrítið fyrst, ég skildi þetta ekki alveg sjálfur sko. Nei, ekki heldur. Maður bara svona var með podcast í, það er náttúrulega appi byrjar í iPhone-unum sko, það fylgdi með iPhone-unum, maður opnar þetta og maður bara eitthvað nefnir, ok, og hvað, og ég bara searcha eitthvað hérna og fólk var svona að gefa út útvarpsþætti í podcastformi sem var svolítið skrítið sko, það voru bara auglýsingar og lög og síðan eitthvað spjall og maður bara svona, ég skil ekki af hverju þetta ætti að vera einhver snild einhver tíman. Sér náttúrulega bara þróast miðillinn með fólkinu sem er að búa til efnið. Já, nákvæmlega. Og líka bara, þú veist, það þarf einmitt að hugsa bara hvernig með útvarpsefni, hvernig komum við þessu til skila sem best í hlaðvarpinu. Það er náttúrulega ekkert bara endilega að henda því út beint. Það hefur lengi verið þannig hjá okkur á RÚV að bara þættirnir svona einhvern veginn sigla sjálfur inn í gegnum eitthvað kerfi og lenda þannig í hlaðvarpi á meðan það er auðvitað betra að svona pakka þeim inn í einhverja svona hlaðvarps umgjörð eða pakka eða eitthvað svoleiðis og það er alls konar svoleiðis sem að þarf að gera og fullt af möguleikum ennþá í að gera gott hlaðvarpsefni. Hefur þú hugsað eitthvað að gefa út svona serjur bara fyrir hlaðvarpið? Ég veit að það náttúrulega skara svolítið við útvarpið en... Já, mér langar að gera það sko, það er svo skemmtilegt ef maður er vanur að vinna í útvarpið, maður er svo rosalega njörfaður niður af tímaslottum. Þátturinn minn má ekki vera lengri en 40 mínútur, þannig að þá þarf hann að vera sko, ég þurft að skera niður efni og síðan ef hann er bara 37 mínútur þá fæ ég kannski, þú veist, þá þarf þulurinn á vakt á föstudagsmorgun á Rás 1 að bæta inn einhverju lægi og svona það er auka vinna fyrir hann að fylla þá upp í einhver tíma sem ég hef ekki notað á meðan auðvitað á efnið, á lengd efnisins bara að ráðast af sögunni eða umfyllunarefninu en ég þarf að halda mig við svona ákveðnar skorður og það væri mjög gaman að vera laus við þær. Það er mjög skemmtilegt að gera nokkra styttri þætti, það væri ég mjög til í að gera sem væri þá kannski bara 20 mínútur og væri 3 eða eitthvað svoleiðis eða einn miklu lengri eða eitthvað svona er eitthvað sem ég langar mikið að gera. Já, sem að formið ræðst bara af sögunni sem út með í höndunum. Einmitt, en þegar maður er með útvarpsþátt sem þarf alltaf að vera í þessu slotti á föstudagsmótnum þá þarf maður að hugsa það fyrst og fremst. Fyrir fólk sem er að hlusta grimt á þættina þína, ertu með eitthvað svona insight út af, við vorum að tala hvað glæpa þættina væri vinsælir, er eitthvað annað sem er bara, þú veist, er eitthvað annað viðfangsefni sem þú getur fjallað og þú veist að það er bara hitt út frá hérna, í ljósi sögunar, hvernig þetta hefur gengið? Já, það er náttúrulega sjóslýsin, eins og ég nefni, þau eru alltaf vinsæl og sömuleiðis svona, já, mér finnst hlustendur mjög góðir að deila með mér svona mínum helstu áhugamálum af því að svona að halda upp á þá þættir sem að ég held líka mikið upp á, ég er mjög ánægð með það. Annað sem ég elska eru bara svona hrakningar, eru svona menn að fara á Suðurskautslandið og deyja úr kulda og alls konar svoleiðis. Það er eiginlega mitt uppáhalds að fjalla sko. Ég geti gert það bara endalaust, ég geti haft ekkert nema bara ég sjúk í sko pólfara og alls konar slíkt og ég geti gert það, ég þarf sko að hamla mér einhvern veginn að fjalla ekki bara slíka efni. Bara eitthvað svona svaðilferðir? Svaðilferðir, já, og líka sömuleiðis frumskógar eru góðar, ég hef nú ekki verið jafn mikið í þeim og svona landkönnuður í Afríku og alls konar slíkt. Þetta hef ég mjög gaman af, þetta eru alltaf svo, náttúrulega, yfirleitt svo góðar sögur. Og verða þessi þættir sömuleiðis vinsælir? Þessir þættir, já, verða oftar en ekki vinsælir. Ég gerði þannig 4 þáttaseríu eitt kapphlaupið á Suðurpólinn, þá var ég alveg, það var svona, mér fannst ég vera aðeins að tegja mig á langt að gera 4 þáttaseríu. Svona alltaf mánuður í útvarpið eða ekki? Já, en hún mæltist mjög vel fyrir og allavega frá þeim hlustendum sem að ég hef heyrt í og mér þótti ógeðslega gaman að vinna að því þannig að já, ég er alltaf til í svona góða hrakningar og mjög glöð að hlustendur deili þeim áhuga með mér. Já, auðvitað það maður að pröfa eitthvað svona, ég meina ef þeir langar að testa þetta, þá má maður ekki bara beygja sig undir formið og eitthvað, neini, þetta verður bara 1 þáttur og tegjum þetta, þjöppum þessu saman í 1, ekki að geta búið til bara 4 þáttaseríu með þetta. Já, mér finnst rosa gaman að gera svona af og til svona einhverjar seríur, 2, 3,
4 þætti. Ég hef nú bara heldur gert 4 þætti um þetta eina efni. En mér finnst það mjög gaman að þá getur maður líka leikið sér með cliffhangera og svona. Já. Þú talar sko að vilja vera bara svona út af fyrir þig hérna á RÚV, vera bara vel reikfallinn og hérna í fjarri góðu gamni. Guðni TH talaði líka um þetta þegar hann var í sagnfræðinni, hann valdi sér hana bara er flott, þá getur bara verið út í hotni bara með eitthvað bækur og grúski þeim, þú veist, og síðan endar hann í forsetaembættinu sko. Er einhver linkur hérna á milli? Já, við erum greinlega bara með framboði á endum? Nei, ég held ekki sko, en við greinlega eigum þetta sameiginlega, það er mjög skemmtilegt. En ég held ég myndi nú ekki meika það að vera forseti. Ok, það er ekki þú alveg mín. ætlar að slá það bara út á borðinu strax? Já. Ok, en þeir eru samt sko, það sem er líka sameiginlegt með ykkur er að hann fílaði að vera þarna út í hotni, bara góður á því og er síðan bara fyrir framann alla Íslendinga, bara sem þjóðþektur einstaklingur og þú gerir það sama. Þú vilt vera út af fyrir þig, segist vera með þessa feimni og bara svona félagsfælinu og allt þetta en síðan bara, já, nú er ég að tala hérna við, þú veist, 20.000 manna í beinni útsendingu. Já. Vera Illugadóttir ég. Já, það er náttúrulega, ég komir sjálfur óvart sko, hvað ég einhvern veginn átti síðan auðvelt með þetta. Ég man bara þegar ég var að byrja í fjölmiðlum, þegar ég var að byrja á fréttastofunni, bara maður skjálfaði bara fyrir fram að mikrofónin þegar það var hérna kveikt á að vera í beinni útsendingu en svo bara er maður fljótur að læra þetta og bara svona tilenga sér líka bara einhverja svona persónu eða þannig. Já. Nú er ég bara þessi típa einhvern veginn. Já, mennar, leikur með einhverja grímu þarna. Þetta er hérna skemmtilegt samt að þú veist, líka bara að auðvitað er þægilegt þegar maður lætur ekkert reyna á þetta að koma fram með að þú veist, bara svona opinbera sig einhvern veginn, þá heldur maður auðvitað að sé bara best að gera það ekki. Já. Það er ekki fyrir að þeir eru bara þrýst út í þetta, það sem að svona, ok, jú, þetta var nú ekkert mál. Já, ég er mjög þakklátt fyrir það. Þetta er mjög skemmtilegt það sem ég er að gera í dag og örugglega skemmtilegra en að vera bara grúska út í hotni. Já, líklega. Ég ætla að horfa á þetta þannig. Herðu, Vera, ég bara þakka kærlega fyrir að koma og hérna mér langar, já, ég hlakka náttúrulega mikið til að hlusta á Drake þáttinn. Já, ég ætla bara að byrja með hann strax bara 1. september eða hvenær sem föstudaginn í september. Drake, lofa því. Nákvæmlega. Ég er smá hræddur að þú gerir þetta. Sjátt á til þín í byrjun. Geggjað. Herðu, Vera, 1000 takk fyrir að koma hérna.